balli eins og kannski velflestir Íslendingar þekkja á sjálfum sér. En ég man vel eftir þessu. Hún var í hópi valskvenna og vísu bróður síns og mágkonu. Þannig hún var vel varin. Ég fá einhvern bröst í gegnum þessar varnir og náði nýta sinn. Ballið sem Guðmundur Árni Stefánsson, alþingismaður, að tala var uppskeruhátíð handknattleikssambandsins árið 1975 en þar kynntist hann eiginkonu sinni, Jónu Dóru Karlsdóttur, bæjarfulltrúa í Hafnarfirði. Þau voru þá 19 ára gömul. Vissu nú raunar hvort af öðru. Hún hefði verið í boltanum og bróður hennar hafði keppt oft á móti mér, eldri bróður hennar, Jón. Og hún var í stórglæsilegum kjól, man ég, rauðum og bráðmyndarleg. Þannig ég bara bauð henni upp í dans. Þetta var ekki flóknara en það. Ég var tiltölulega nýbyrjuð að vinna sem prófarkalesa á Morgunblaðinu þarna þegar við kynnumst. Og hann hafði klárað stúdentspróf hérna frá Flensborg. Hann sem sé fer svo í háskólann. Fyrst í lögfræði og síðan fór ég í stjórnmálafræði og var svona eitthvað að sýsla með það en þá fór nú börnin að hlaðast niður. Þannig að það þurfti að koma einhverjar tekjur inn á heimilið til þess að láta enda ná saman og þá var ég í ýmsu. Ég var lögreglumaður í einhver sumur og einhver ár og fannst það fín reynsla. Síðan hellti ég mér út í blaðamennsku og var svona í ýmsu fjölmiðlatengdri í umsýslu. Ég var sem sagt á Helgarpóstunum, síðan á Alþýðublaðinu. Eitthvað svona með útvarpsþáttagerð og var raunar ég dálítið mikið í því árabil. Þannig að fyrstu árið sem sé þá sá ég það fyrir mér að ég yrði jú eitthvað að fást við pólitík en ætlaði mér hins vegar að festa mig í blaðamennsku og fjölmiðlun. Ég innfæddur Kaplari og fæddur í Hafnarfirði og hef alið allan minn aldur þar og aldrei farið þaðan raunar. Að vísu með örlítilli undantekningu við Jón og Dóra leigðum okkur kjallara upp í Breiðholti fyrir margt löngu og það olli nú svona taugatitring í familínu þó hafi verið bara örfáa mánuðir. En öðru leyti hef ég ekki farið hérna eitt einasta hennufett. Ég frá Reykjavík, úr Austurbænum í Reykjavík, ólst upp við Tunguveginn, hliðina á Bústaðakirkju. Ólst þar upp með 3 bræðrum, mamma, pappa og ömmu og afa. Við þröngan húsakost. En þar var nóg hjartar og þar með nóg pláss. Ég var náttúrulega í íþróttum, alveg frá því að ég 10 ára gömul. Þá æfði ég bæði fótbolta og handbolta og var í handbolta alveg þangað til ég var 18 ára. Og hef nú alla tíð haft mikinn áhuga á íþróttum. Svo þegar ég flyst hingað suður til 1978 þá sem sé innviklast ég fljótlega hér í FH af því að Guðmundur var hér, spilaði með þeim og þar með, já, auðvitað gekk ég nánast í félagið og hef verið viðloðandi þetta félag alla götur síðan. Það að segja miklu lengur heldur en ég var með mínu gamla félagi Val. Og þar hafði ekki hafa börnum mér verið þarna stundandi íþrótti frá 1983. Og ég hef reynt að láta svolítið að mig kveða í foreldrastarfinu þar. Nú mín félagsstörf hafa aðallega falist í þessum íþróttageira. Varstu fljót að verða hafnfirðingur? Já, það tók undraskamman tíma og því þakka ég raun og veru þetta félagsstarf hjá FH. Mér var mjög vel tekið af eiginkonum annarra leikmanna og þær svona leiddu mig eiginlega inn í þetta samfélag. Og ég hét því þegar við fluttum hingað 1978, ég ætlaði að gefa Guðmundi ársséns. Þá værum við farin í Reykjavík aftur. En ég ekki farin enn og ég fer aldrei héðan. Þetta minn bær. Sumpart átti ég auðvitað með að komast hér inn í pólitík vegna þess að fólkið mitt hafði náttúrulega verið í pólitík hér í Hafnarfirði lengi. Pabbi var hér á Bólakafi þegar í öll þau ár sem ég var alast upp. Hann var bæjarstjóri þegar ég fæddist og allt til þess að ég var 7 ára. Og pabbi hans og bræður afa míns hafðu verið hér mjög áberandi í bæjarlífinu. Hafðu verið sem sagt
Sumir þeirra í bæjarstjórn og aðrir verið svona drífandi hér í atvinnulífi og pólitík, þannig að svona föðurfólkið mitt átti hér mjög sterkar rætur og það svona auðvitað gerði það að verkum að áhugi minn á þessu var meiri. Þannig að ég fann mig mjög fljótt svona áhugasaman þetta, las blöðin spjaldanna á milli og strax sem krakki þá held ég mér í sem málfundaklúbba og skólastarfið og hafði ég bara voðalega gaman að þessu strax, þannig að ég held nú strax sem séð á gagfræðaskóla árum þá hafi ekkert verið aftur snúið með þetta. Bara allt í einu taldi mig hafa þarna eitthvað til málanna að leggja og fannst ég hafa orðið tíma, treysti mig til þess og lét slag standa, skellti mér í prófkjör og mér var bara svona vel tekið, ég náði þarna öðru sæti. Mjög þakklátt fyrir það. Auðvitað hafði hún verið að sýsla með stjórnmál í prófkjörum og í kosningar, auðvitað var hún á Bólakafi, heimili hér undirlagt og hún fór ekkert varhluta af því. Símir hringdi hér náttúrulega, hvort heldur ég var í starfi bæjarstjóra eða ráðherra eða þingmanns, linnulaust og stundum þurfti hún bara hreinlega að græja þau mál, ræða viðkomandi það erindi sem viðkomandi hafði. Þannig að þetta var kannski ekki jafn mikið stökk sem hún tók. Mér finnst þetta reyndar mun skemmtilegra heldur ég átti vona. Ég hugsa að vera nú kannski meira gaman að vera í meirihluta, en hins vegar þá það eflaust ágætur skóli að byrja í minnihluta. Ég skal ekki segja, ég tel mig læra þarna og hef lært sennilega meira á þessum örfáu mánuðum heldur en síðustu 10 árum. Bara hvernig allir hlutir eiga sér stað og hvernig þetta fer fram allt saman og þetta kannski ekki allt jafn auðvelt eins og maður heldur þegar maður stendur utan við. Mér finnst þetta virkilega gaman. Við erum þarna 1976, rétt rúmlega 20 þegar við eignumst okkar elsta strák, Fannar Karl, og erum komið þrjúbótana 25 ára. Það svo sem ekkert stórkostlegt, menn hafa nú klárað annað eins hér á Íslandi fyrr og síðar. En þetta var náttúrulega, við höfum fangið fullt og nóg að sýsla. Nú síðan auðvitað hefur það áhrif á allt okkar líf að við missum okkar elstu drengi, þá 4-8 ára, 1985. Við vorum 29 ára þegar við misstum strákan okkar 2 elstu, Fannar Karl og Brynjar. Já, það er líklega það mest áfall sem að við höfum orðið fyrir og getum orðið fyrir, eða nokkurt foreldri getur orðið fyrir. Það náttúrulega hafði áhrif á alla fjölskylduna og okkar sambúð og okkar samband og það getur nú svona brugðið til beggja átta mér sagt hvernig að svona áföll í lífinu að hafa á samband hjóna, en ég held að það sé ekki launungarmál að þetta styrkti okkar samband mjög verulega og svona dýpkaði. Við vorum svo lánsöm og alveg ómeðvitað að geta talað svo mikið saman og ég segi stundum að við höfum talað okkur í gegnum þetta og eins og ég sagði það var engan veginn meðvitað. Þetta var bara okkar þörf og já, við sögðum jafnvel sama hlutinn mörgum sinnum, rifjuðum allt upp, slysið sjálft, töluðum endalaust og aftur þá, dögum og vikum og mánuðum saman. Það náttúrulega með svona áföll eins og allt annað að maður verður auðvitað aldrei samur eftir og okkar samband var aldrei samt eftir, fjölskyldulífið verður aldrei samt eftir, en það náttúrulega mikilvægt að spila, maður getur orðað það þannig að reyna að nýta sér með þann styrk eða þann þroska sem að þú óhjákvæmilega þarft að finna innra með sjálfu þér þegar svona áföll verða og ég held að okkur það tekist það svona eins og hægt en svona áföll auðvitað þannig að þú færð auðvitað ör á sálina sem aldrei grær og verður auðvitað aldrei eins
Ég held að þetta hafi svona verið kannski stærsti þátturinn og auðvitað líka ekki svo síst ef við eigum stóran og góðan vinahóp, ekki bara kunningja, heldur góða vini og fjölskyldur sem að studda okkur í hvívetna. Fjölskyldur okkar beggja náttúrulega voru brotnar eftir þetta og ég held að okkur hafi tekist að styðja hvert annað allsömmul og maður fann bara svo mikinn stuðning og mikla samúð og mikinn kærleika alls þar frá fólki sem við þekktum ekki. Ég held að fólk gerir sér ekki alltaf grein fyrir því hvað það gefur manni mikið að fá kveðjur frá einhverjum sem að þekkir ekki einu sinni. En nú eigið þið 6 börn sem stór hópur í nútíma samfélagi. Kannski einhver tilhneiging til þess að reyna að bæta sér upp missin? Já, veistu það, ég held það nú. Sko, þegar að þeir dóu, við vorum með þau 4 hérna hjá okkur og það voru 2 eftir. Og mér fannst einhvern veginn að þannig mætti það aldrei verða. Það yrði að bæta í hópinn á ný. Þó að ég hafi, held ég, alveg verið meðvituð um það að það kæmi aldrei neitt í staðinn fyrir þá. Þá einhvern veginn fannst mér að þyrfti að fylla upp í þetta rúm. Ég gat ekki sætt mig við það að eiga eftir bara 2 börn. Ég var með þau 4 alltaf í kringum mig og þannig fannst mér einhvern veginn að það yrði að verða aftur. Og það hefur sem betur fyrir orðið. Ég held að þeir líði engan veginn fyrir það, strákarnir okkar sem komu þarna seinna. Ég hef ekki og við höfum ekki tilhneigingu til að bera það sama. Þeir eru gjörólíkir þeim í útliti. Já, þó að sá yngri hafi nú kannski eitthvað frá þeim báðum en ég bara stend mig ekki að þessu. Að vera að bera saman eða ég man hins vegar að áður en þeir fæddust að þá óskaði ég þess að þeir yrðu næstu því eins en það náttúrulega bara eins og einhver tilfinningaflækja sem að á ferðinni þá. Svo höfum við bara gaman að krökkum og viljum stóra og fjölskyldu. Ég vanur því og Jón Óttarr kemur úr tiltölulega stóru fjölskyldu líka og ég verð alltaf lífa fjör og hérna þú átt ekkert meira að verðmætara heldur en börnin þín, hvað sem þau eru lífslega liðin. Sko mér þótti þarna eftir að þeir dóu sko alveg óþolandi að hafa ekki neitt til að leita til fyrir utan fjölskyldu og vini. Mér fannst einhvern veginn ég vera búin að leggja nóg á þetta fólk með því að ég talaði ekkert neitt annað við allt þetta fólk vikum og mánuði saman og mér fannst einhvern veginn að nú væri bara komin tími til að leita til einhvers utanakomandi þar sem ég geti fengið að halda áfram og ekki vera að plaga fólkið í kringum mig meira með þessu. En komst þá að því að það var engin félagsskapur til. Ég einhvern veginn hélt í einveldi minni að það hlyti eitthvað að vera til. Það var til félagsskapur allt og ekkert og hvernig ekki fyrir syrgjendur. Og nú svona til að gera langarsögu stutta þá komum við saman þarna á endanum 10 manns. Það var 1,5 ári rúmlega eftir að strákarnir minni dóu. Og unnum að stofnun þessara samtaka í það bil ár. Og ég held að þau hafi alveg sannað í gildi sitt. Þetta náttúrulega lífsreynsla sem ég vildi ekki óska nokkur manni að þurfa að gangi í gegnum en hún þarf ekki endilega að vera öll til ills og öll í þá verun að allt lífið stöðvist og þú getur líka og átt að geta reyna að vinna þau út úr svona hlutum og vinna með það og kannski læra á þessu í lífinu og ég finn það sjálfum mér og ég held að það er sama eiginu við Jónu Dóru og vonandi höfum við náð innræta börnum okkar það sama að svona viðhorfi til lífsins og þess varanleika sem að maður heldur að sé í hinn daglega lífi og að hann ekkert endilega gefinn. Það ekkert gefið í þessu lífi. Við erum hér á stuttan tíma
börnin okkar eru þetta gleðigjafar en það engin trygging fyrir einu nýja neinu og maður skynni það til að mynda á samfélagi sínu þá að maður skilur kannski betur en þeir sem ekki hafa upplifað svona djúpa og erfiða sorg hvað þetta margt í þessu samfélagi okkar sem að þrátt fyrir svona þetta slétta og felda yfirborð sem þetta kraumandi og fólk á í það erfitt og á í það bátt einföld fyrirsögn í blaði vegna slysa og bak við hana náttúrulega mörg tár og margir einstaklingar og jafnvel margar fjölskyldur í djúpri og erfiðri sorg. Þetta mikil breyting sem verður, það ekki bara það að við séum bæði komin í pólitík, hún þetta komin í vinnu utan heimilis og það þetta nýtt og setur hér heimilisbraginn dálítið í annað perspektíf. Þannig að við erum að læra nýja verkaskipting og nýtt verklagi þess og ég gerir mér grein fyrir því að ég þarf þá eitthvað aðeins að leggja meira á mig hér innan þessara 4 veggja heimilisins. Hvernig fellið þér það? Jó, það fellir mér ágætlega. Það litla sem á það hefur reynt. En það hins vegar verkaskipting hjá okkur mjög skrítin í þessu sambandi. Við til dæmis stundum gert gys að því okkar í millum og út af fyrir sig bæjarbúa líka. Við eigum hér fræga bíleign, við höfum alltaf búið við það böl að eiga gamla bíla, druslur satt að segja. Og nú hefum verið fræg fyrir það að vera stoppandi á þessum bílum okkar hér og þar allan bæ og allt stór Hafnarfjarðarsvæðið. Við erum til dæmis með 3 bílundir núna, einn að vísu þokkalega sem Jónadór eigur og svo voru ég með 2 druslur. Hún flink við að sjá hvað að, hrista geiminn ef að geimasambandið laust og mín þekking nær til dæmis ekki lengra en að ég sparki dekki til dæmis ef að bílar eitthvað. Þannig að við förum í það sem gera þarf og nú ég ekki viljast að það kannski bílaviðgerðir en það svona verkefni líka, það ýta í gang, við þekkjum það til að mynda mjög vel. Það þarf að hnýta kaðar milli bíla, það þarf að starta á milli með kaplum. Þetta kann Jónadór ekkert síður en ég. Hún til dæmis blinkar líka með skrúfjárni heldur en ég afglæp í því. Þannig að þú heyrir að hún gengur kannski inn í svona þessi hefðbundnu karlmannaverk frekar heldur en ég sé duglegur í hinu. Svara þetta spurningunum til dæmis? Já, allir það. Hvernig finnst þér svo að vera komin meira út af heimilinu? Ég kveið því, ég skal alveg viðurkenna það, ég kveið því að fara svona út í að ég var oft hérna áður fyrr með svona sænskapið yfir því að já, fara í bæinn eða á kaffihús með vinkonunni, ég var alltaf á klukkunni, ég yrði að vera komin heim og börnin þetta og börnin hitt en nú finnst mér þetta bara eiginlega svolítið notalegt. Þau eru náttúrulega farin að venjast í, þau eru farin að ganga að því sem vísu að ég fer á vissum tímum og mér finnst það bara eiginlega, og ég skammast mér neitt verið að segja, mér finnst það bara notalegt að fara. Hér snýstu allt heimilishaldið ef að pólitíkinni sleppir íþróttir og það gefur manni mikla möguleika til þess að vera að gera eitthvað með krökkunum sem að við höfum gaman og þau líka. Ég fer í fótbolta með strákunum og körfubolta og svona við golf núna í seinni tíð eftir að ég uppgötaði það á íþrótt og þeir líka raunar og hafa feikilega gaman af. Þannig að við nýtum held ég svona þær stundir sem að gefast ágætlega þó að þetta mætti vera meira því. Já, ég náttúrulega með þeim í íþróttunum, ég fylgi þeim, ég bara, það varla ég missa leik hjá þeim, fylgi þeim mjög vel eftir þar og ég náttúrulega keyrandi og sækjandi hér á æfingar alla vikuna. Ég held að sé samtal 17 æfingar hérna á viku hjá þeim 3. Nú, í sjálfu sér ekki
sko margt annað að ræða. Þeir eru í skólanum og þeir eru á þessum æfingum og þess á milli eru þeir hérna heima. Við spjöllum ekki, og svo stelpa mín sem er Margrét Hildur sem er að verða 17 ára, við reyndar okkar tími fer í að spjalla. Við getum talað hérna alveg langt fram á nætur mikla vinkonur. Ég held við gerum nú ekkert meðvitað í því miður að rækta okkar samband. Það hefur svona þróast eins og gengur og ég held bara ágætlega en spurningin þarf maður alltaf að vera að vöku eitthvað sérstaklega. Ég veit það ekki. Það er þetta stundum skín sólinn og bjart yfir öll og voðalega gaman, stundum rignir og þá var væntanlega þetta samband vökvað. Þannig að það hefur þetta skiptast á hér skin og skúrir í þessu sambandi eins og í lífinu sjálfu og hjá öllum öðrum ekki vera. Þessi tími sem að við erum saman til dæmis helgar að horfa á strákan okkar í keppa í íþróttum og sem er handbolti á veturna og fótbolti á sumrin. Það er mjög skemmtilegu tími sem við eigum þar saman. Og þá náttúrulega iðulega með ef einn er að keppa þá eru tveir með okkur og svo framvegis. Við tölum mikið saman og það held ég sé nú mikilvægt því að leið hjón hætti ekki að tala saman þá þurfum við að fara að hugsa sem gang. Þannig að ég ætla að sé ekki þetta að við náum að eiga hér stundir saman, sittum hér og spjöllum með kaffisopa 2-1 þegar hér er komin kyrrð á og verðum yfirleitt ekki uppskropp með umræðefni og það er góðsveit ekki satt. En birtist mér í draumi sem dýrlegt ævintýr, hver dagur sem ég lifði í návistinni, svo morgun björt og fögur í mínum huga býr, hver minningum vor sumarstuttu kynni og ástaljóð til þín verður ævi kveðja mín er innan stundar líkur göngu minni. Þá birtist